Davíð Hörku, 1-0 sigur í dag gegn Leikni, bara fyrstu viðbreytaleik. Bara greiðlega sterkur sigur, baráttu sigur, svona liðseildar sigur á þessu, sköpuðum slatta í þessum leik, fáum greiðlega gott færi bara strax eftir, innan við mínútu og höldum áfram að skapa, greiðlega þétt í varnarlega og erfitt að brjóta okkur á bak aftur og mér fannst Leikni kannski fá sitt fyrsta færi á 83. eða 4. mínútu. Þannig að bara heilt yfir sterkur og góð sigur á blautum og svolítið erfiðum velli í dag. En þú segir þetta, mætti þetta bara með hörkukrafti, hvað sagðir við liðið fyrir leik? Já, ég meina, menn eru svektir með framistöðuna í síðasta leik og það í raun og veru var bara nóg eldsneyti fyrir liðið í leikinn í dag, gríðarlega eftirsjá eftir síðasta leik og menn einhvern veginn staðránir í það að láta ekki svona, mómentið að heila leiki líða hjá og á þess að taka svolítið fast á hlutunum, þannig að það var eiginlega bara nóg eldsneyti ferðin heim eftir síðasta leik og æfingavikan og annað og þungum var erfið og menn einhvern veginn bara komið með smá blóð á tennurnar að gera betur og við höfum heilt yfir bara staðið okkur nokkuð vel í ákveðnum þáttum í deildinni og það bara það sem við erum að horfa á, að við séum á réttri leið, tölfræðilega erum við greiðlega sterkt lið, við erum að skapa mikið, við erum með hátt svona possession hlutfall í deildinni, við erum með mikið að sendingum fram á við erum með mikið að sendingum heilt yfir í leikjum en okkur hefur vantað svona einhverju leyti svona smá intensity í okkar leik og mér fannst þið bæta það í dag. Brynjar Björn vildi meina að þetta hefur verið svona jafnteflis bragur á þessu leik, sammála því? Nei, ég meina við horfum á færin sem við sköpum og þetta eina færi sem þeir skapaði, þá held ég það sé nú kannski full hart í áruna tekið en staðreyndin er samt svo að þetta var baráttu leikur allt til enda og allt getur gerst í þessu sem við bara séum þessari deild en ég er alls ekki sammála því. Þeir leikið mikið að mörkum undanvörnu en varnarleikurinn var upp á 10 í dag, bara hvað breyttist í æfingavikunni og fyrir leik og annað? Hvað sér höfum við? Þið hafið leikið fullt af mörkum á okkur og Ég held að sé ekkert lið sem við fengið þessu færri mörk í deildinni þannig ég stóð svona kannski ekki alveg sammála því en heilt yfir höfum við fengið á okkur mörk sem eru á einhverju leyti bæði svona draumamörk og mörk langt fyrir utan teig og sem eru gríðarlega lág í XG þannig að þú veist, stundum eru bara fótboltaleiki svona og við verum bara að halda áfram á þeirri braut sem við erum á og við erum með gott lið, við erum með fínasta skipulag á liðinu og við erum bara að halda áfram á trú og við vitum það að tölfræðilega erum við að skora nokkuð hátt í deildinu og það sem er svo gott við þessa tölfræði er það yfirleitt svona hjálpar hún okkur eða kemur með manni í lið svona menn halda áfram að trúa og missa ekki dampina þá bæði þegar menn eru að overperforma og underperforma þá snýst þetta allt við og það er bara það sem við trúum á og mér finnst við ekki hafa tapað leik í deildina sem við mátt skilja að tapa og þannig bara líður mér og það er auðvitað mín skoðun en þannig bara líður mér og ég held að liðinu mínu líði þannig líka þannig að það er augljóst að við þurfum aðeins að keyra í og þurfum að vera aðeins harðari að verjast inn í boxun okkar og eins að hleypa liðunum ekki skot fyrir utan teig því að það virðist svona að vera einhverju leyti leiðin til að skora á okkur þannig að skora langt utan á velli eitthvað draumamörk. Bragi Karl fór út af meiddur hérna í seinni hálfleik, bara veistu stöðuna á honum? Já, ekki meiddur held ég held, bara stífla aftan að læra og klókur, vildi ekki meðast og eins og ég segi, bara stífnaði þessu upp og ég held bara að vera klárið næsta leik. Það var Ómar Díók, var í baráttu hérna í seinni hálfleik, þið vildu að víti, þú varst ósáttur við það? Ég held að það hafi verið Leandro sem var felldur, annars sá ég þetta nú ekki alveg, en ég held að það hafi verið Leandro, þú kannski rugla með aðeins, en já, bara púra víti, fyrir mér. En það er dómarinn sem dæmir og mér fannst hann leyfa þessum leik að fljóta virkilega vel í dag og erfiður leikur að dæma að því leitinu að þú veist það er rennandi blautt og menn er að fljúga hausinn og svona mikil ákveð í leiknum og annað þannig að mér fannst hann bara að vera með svona nokkuð góða línu á ákvörðunartökunni sinni í dag og bara ánægði með það leikurinn fá að fljóta sérstaklega svona baráttu leikur það hefði verið hundleiðilt einhvern veginn að vera alltaf á fluttinu og alltaf að stoppa og vera að spá í því að menn séu 2 metrum eða 3 metrum aftarlega í innköstum og annað þannig að ég bara sáttu með dómgæsluna en alveg klárt mál hefði til að víti. Erfið leikur gegn Aftureldingu næst, bara hvað ætlaði að gera til að vinna þann leik? Já, eins og ég sagði áðan að við fengum smá blóð á tennurnar eftir frammistu okkar í síðasta leik. Það er að segja móti Völsungi og það var nóg til að gíra okkur aðeins upp í þennan leik í dag og ég held að það sé alveg ljóst að við áttum mjög erfiðan leik fyrir mættum Aftureldingu síðast og við þurfum að fara vel yfir hlutina og við erum að spila móti gríðarlega háu liði og ég talaði nú einhverju leyti tölfræði rétt á hann í byrjun viðtalsins og það er mitt annað lið sem skora gríðarlega hátt í tölfræði en heilt yfir bara gott lið, vel þjálfað lið sem er búin að vera í sama strúktúr og sama skipulagi lengi þannig að þeir þekkja allir sína stöðu og flesti leikmenn þekkja hvort annan mjög vel þannig að það er erfitt að spila móti svona skipulögu liði og sérstaklega svona liði sem við erum lengi saman en við erum auðvitað bara einhverju leitinu svona aðeins að slípa okkur saman og
og ég bara á ekki von á öðru en hörkuleikum út afturlíkur. Takk fyrir það. Takk.